er komið að því að setja þessi tvær hliðar saman og það getur verið dálítið svona, ég ætla ekki að segja erfitt, en maður þarf allavega að vanda sig og til þess að þetta gangi nú almennilega upp þá er langbest að byrja á því að prófa að æfa sig, sjá hvernig hliðarnar falla saman, hvað er best að gera í hvaða röð og síðan að hafa nóg af þessu, hafa þvingur tilbúnar til að halda skrokknum saman á meðan límið þornar. Hérna er hlutur F20 sem er notaður til þess að halda vængnum á skrokknum og á hann þurfa að koma þessar tvær gaddarær. Hér í poka númer 7 fylgja síðan tveir boltar og tvær nælon skinnur til þess að festa vænginn niður. Ég sem sagt set þessar gaddarar hér í þessi göt sem búið er að gera og af því að ég ætla að nota Senova 38 eins og Tony mælir með, þá er eldvegurinn hérna og ég ætla að setja 5 mm gaddaræðir í götin sem hér eru til þess að taka við honum. Þó ég sé ekki búinn að kaupa mér svoleiðis mótor, þá ætla ég að gera það. Nú er ég búinn að bora fyrir göttunum og nú ætla ég að blanda smávegis epoxy til að setja undir þannig að þessar rær losni aldrei aftur.
þessar stóru gaddaræður eru ekki alveg að setjast alveg eins og það er að gera og ég ætla að prófa að setja þær í þarna skrúfstykkið. Ég er með smávegis af auka krossviði til þess að verja spýtuna. Þetta er mikið betra. Þá er skrokkurinn kominn saman og alveg sæmilega stór. Og nú þurfum við að setja hluti innan í hann. Byrjum á F20 sem er til þess að festa niður vænginn. Þessi partur, F20, passar bara alveg sæmilega hérna í og við skulum bara setja á hann lím og líma hann fastan. Næst koma þessir hlutar hérna undir F21 og þetta heldur á móti kubbnum. Nú ætlum við að setja eldvegginn hérna og hann þarf að festa kyrfilega svo að við ætlum að nota 30 mínútna epoxylím. Síðan límum við smá bút af þessum þríhyrnaleista hérna fyrir aftan.
meðan eldveggurinn að harðna þá skulum við snúa okkur að aftari hluta skokksins hérna og við ætlum að setja rif 9 og 10 á sína staði. Síðan ætlum við að setja botninn hér fyrir aftan, hjólastælsfestinguna hér og botninn á. Þegar þetta komið saman þá skrokkurinn orðinn þó nokkuð stífur og stendur ágætlega undir sjálfum sér. En þangað til hann náttúrulega bara svona, já.